Komið sæl og velkomin heim í stofu, ég heiti Bryndís Svavarsdóttir. Í dag 15. janúar annar sunnudagur eftir 13. Þema dagsins lífsins lind. Í lexíunni frásögn af því þegar Guð kallaði Samúel, sem var aðeins á barnsaldri, til þjónustu við sig. Í pistlunum sem úr Rómverjabréfinu segir Páll: hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Og í Guðspjallinu sem ég mun tala út frá sagan af Sakkeusi. En við skulum byrja þessa stund eins og alltaf á því að signa okkur og við segjum saman í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen. Heyrum heilagt Guðspjall sem úr Lúkasi 19. kafla. Jesús kom til Jerikó og gekk gegnum borgina. En þar var maður Sakkeus hét, hann var yfir tollheimtumaður og auðugur. Langaði hann að sjá hver Jesús væri, en tókst það ekki fyrir mannfjöldanum því hann var lítill vexti. Hann hljóp þá á undan og klifraði upp í mórberjatré til að sjá Jesú, en leið hans lá þar hjá. Og Jesús kom þar að, leit hann upp og sagði við hann: Sakkeus, flýt þér ofan, í dag ber mér að vera í húsi þínu. Hann flýtti sér ofan og tók á móti honum glaður. Þeir sem sáu þetta létu allir illa við og sagðu: hann þiggur boð hjá bersyndugum manni. En Sakkeus sneri sér til drottins og sagði við hann: Drottinn, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð af nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Jesús sagði þá við hann: í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda ert þú líka niðji Abrahams. Því að mannssonurinn kominn að leita að hinu týnda og frelsa það. Þannig hljóðar hið heilaga Guðspjall. Sakkeus bjó í Jerikó, en borgin kemur nokkru sinnum við sögu í Biblíunni. Þekktust frásögnin úr Gamla testamentinu þegar Jósúa og menn hans sátu borgina. Þeir gengu hljóðir í kringum hana í 6 daga, blésu síðan í lúðra og múrar hennar hrundu. Þeir brenndu síðan borgina og Jósúa setti bölvun á þann sem myndi endurreisa hana. Þrátt fyrir þessa bölvun þá var borgin endurreist og nokkrar frásagnir í Nýja testamentinu tengjast í Jerikó. Sagan af Sakkeusi ekki eina frásögnin af því að Jesús hafi heimsótt borgina. Öll Guðspjöllin segja frá því að þar hafi Jesús gefið blindum manni sjón. Í Lúkasi frásögnin sagan á undan Sakkeusi. Og þar Jesús að koma til Jerikó, en hinn Guðspjöllin segja Jesús vera á leiðinni frá Jerikó, svo að þetta gæti verið 2 ólík atvik. En í dæmisögu Jesú miskunnsama samverjan, þá var maðurinn sem féll í ræningjahendur að fara frá Jerúsalem til Jerikó. Sagan af Sakkeusi vinsæl í sunnudagaskólanum. Ég held hún sé sögð þar á hverju ári. Þá ekki óþarfi að rekja hana einu sinni enn? En það vill svo til að ég held að Sakkeus sé órétti beittur. Ég hef oft heyrt því haldið fram að hann sé þjófur. En bíddu, ég var að lesa textan. Hvar stendur það? Nei, það stendur nefnilega hvergi. Að vísu var hann tollheimtumaður og þeir voru óvinsælir því að þeirra hlutverk var að innheimta fé fyrir keisarann. Síðan hefur ekki aukið á vinsældir hans að Sakkeus var auðugur. Í kaflanum á undan, þar að segja 18. kafla Lúkasar Guðspjalls, sagði Jesús dæmisögu farisea og tollheimtumann. Og rétt á eftir þeirri sögu spyr ríkur höfðingi Jesú hvað hann að gera til að eignast eilíft líf. Og sú frásögn endar á orðum Jesú
að auðveldara sé úlvalda að fara í gegnum nálarauga en auðmanni að komast inn í ríki Guðs. Og áheyrendur spurðu sig, hver getur þá orðið hólpinn? Og í síðustu frásögn 18. kafla gefur Jesús blindum manni sjón. Ef til vill nálægð þessara frásagna við sögu Sakkeusar ekki tilviljun. Þarna höfum við tvær sögur sem tengjast. Sú fyrri óvinsælan en réttlátan tollheimtumann, en hin ríkan höfðingja, þar sem afstaða hans til auðs hélt honum frá drottni. Nú var þessu öfugt farið með Sakkeus. Það má gera ráð fyrir því að hann hafi verið óvinsæll vegna starfsins, en auður hans aftra honum ekki að leita Guðs. Og kannski viðbrögð Sakkeusar svari við spurningunni, hver getur þá orðið hólpinn? Nafn Sakkeusar á hebresku merkir hreinn. Í sögunni af Sakkeusi finnum við lykilversum tilgang komu Jesú, hann sagði, mannssonurinn kominn að leita hinu týnda og frelsaða. Jesús sagði oft dæmisögur til að benda ekki fingri á hlustendur, en sagan af Sakkeusi ekki dæmisaga. Þó segir hún okkur miklu meira en þessi fáu orð sem lýsa henni. Þó Sakkeus sé hátt settur, sennilega með þjóna og vanur að geta kallað fólk til sín, þá fór hann sjálfur út, því að honum langaði að sjá Jesú. Og við vitum öll að erfiðasta skrefið í allri leit skrefið yfir þröskuldin, það að koma sér af stað. Sakkeus sem ætlaði bara að láta sér nægja að sjá Jesú var lausnamiðaður. Hann lét ekki smæð sína aftra sér og klifraði upp í tré og við þekkjum framhaldið. Jesús kallaði hann niður úr trénu. Í dag ber mér að vera í húsi þínu. Þetta eina frásögnin af því að Jesús hafi boðið sjálfum sér heim til einhvers. Jesús var ekki í vinsældaleit eða atkvæðasöfnun. Hann kallar alla syndara til sín, háa sem lága, vinsæla eða óvinsæla, ríka eða fátæka, fólk á öllum aldri og hann frelsar þá strax. Eins og hann sagði við Sakkeus, í dag hefur hjálpræði hlotnast húsi þessu, enda þú líka niðji Abrahams. En af hverju held ég að Sakkeus geti verið ranglega dæmdur þjófur af fjölmörgum fræðimönnum? Það vegna þess að ég held að menn geti ekki staðið fyrir framan í Jesú og logið. Viðbrögð Sakkeusar þegar Jesús kallar á hann voru gleði og hann sagði, Drottinn, helming eigna minna gef ég fátækum og hafi ég haft nokkuð á nokkrum, gef ég honum ferfalt aftur. Já, Sakkeus sagði, hafi ég haft nokkuð af nokkrum. Eigum við að skilja þessi orð þannig að Sakkeus hafi getað staðið fyrir framan Jesú og ekki þóst vita að hann hafi stólið af einhverjum. Og hvernig ætla hann að standa við loforðið að gefa þeim ferfalt tilbaka, sem margfalt meira heldur en Móselög kváðu á varðandi sektafórn. Og helmingur eigna hans væri þá þegar kominn til fátækra. Maður sem hefði svikið náungan í áraraðir yrði fljótt öregi af fjórföldum sektagreiðslum. Rifjum upp söguna af hórseku konunni sem menn ætluðu að grýta og Jesús sagði, sáiðar sem syndlausir kasti fyrsta steininum. Þá var návistinn við Jesú svo sterk að fræðimennirnir hurfu hver af öðrum. Þeir gátu ekki þóst vera syndlausir og kasta steinum. Og ég held að Sakkeus hafi heldur ekki getað staðið í návist Jesú
og ekki þóst vita að hann hafði gert rangt. En öfugt við ríka höfðingjan í sögunni úlfaldan og nálaraugað, þá var Sakkeus umsvifalaust tilbúinn að gefa af auð sínum. Og án þess að vita það, þá uppfyllti hann leið tvöfalda kærleiksboðorðið, að elska Guð og elska náungan. Sagan kennir okkur að við verðum að taka fyrsta skrefið og leita Drottins í dag. Láta ekkert aftur okkur, vera tilbúin til að leggja eins á okkur til að missa ekki af boðskapnum. Sakkeus klifraði upp í tré. Og við þurfum að vera tilbúin að bjóða Drottni heim með okkur, því Guð ekki bara í kirkjunni. Og við þurfum að deila þeim blessunum sem okkur falla í té með náunganum. Síðan kennir sagan okkur að varast að dæma aðra. Sakkeus var dæmdur bersyndugur af almúganum á sínum líftíma og síðar dæmdur þjófur af fræðimönnum. Fyrir það eitt að vera tollheimtur maður. Eftir samlíkingu Jesú úlfaldan og nálaraugað spurði fólkið hver getur þá orðið hólpinn? Og svarið allir. En það undir okkur sjálfum komið. Og fyrsta skrefið til þess að fá sjón. 18. kafli endaði á því að Jesús gaf manni sjón. Það nefnilega hægt að hafa fulla sjón og heyrn en hvorki sjá eða heyra Guðs verk. Niðurstaða þessara frásagna að bakgrunnur okkar skiptir ekki máli fyrir Guð. Sá sem trúir á soninn glatast ekki. Jesús sagði við Sakkeus að hjálpræði hefði hlotnast hans húsi því að hann væri líka niðji Abrahams. Það að segja, hann varð hluti af þjóð Guðs. Ekki vegna þess að hann gaf af eigum sínum, heldur vegna þess að Sakkeus hafði leitað að Jesú og fundið. Eða var það Jesús sem fann Sakkeus. Og þegar Jesús fagnaði Sakkeusi fyrir framan gagnrýninn mannfjöldan og viðurkenndi hann sem barn Guðs, þá gaf hann Sakkeusi vissu að hann væri jafn dýrmætur fyrir Guði og aðrir menn. Jesús kom til að leita að hinu týnda og frelsa það. Við þurfum öll á frelsun Guðs að halda. Þema dagsins lífsins lind og frá Jesú rennur lind frásagna sem styrkja trú okkar, gefa okkur kraft, sjón og heyrn, aukinn skilning og ylja okkur hjartarætur. Og Guð gefur okkur síðan kraftinn til að bera fagnaðarerindi áfram. En í pistlinum sagði Páll, ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar eins og ritað hinn réttláti mun lifa fyrir trú. Jesús kom til að leita að hinu týnda. Hann fann Sakkeus og ég vil trúa því að hann hafi á sínum tíma fundið mig og fundið þig. Hann hafi kveikt trúarleistan og að hann blessi okkur til að halda áfram að auka þekkinguna með því að lesa orðið. Ekkert okkar réttlætt, heldur mun Guð réttlæta okkur fyrir trúna eins og hann réttlætti Sakkeus. Drottinn blessi þig og varveiti þig, Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þig náðugur, Drottinn upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í Jesú nafni, Amen.